Lestrarörðugleikar. Lestrarörðugleikar eru algengt fyrirbæri og líklega algengara en flesta grunar. Almennt er reiknað með því að 15–20% nemenda glími við lestrarörðugleika af einhverju tagi. Samkvæmt því þá má reikna með að 40–50.000 einstaklingar hér á landi glími við lestrarörðugleika. Námsörðugleikar. Lestrarörðugleikar geta hæglega leitt til almennra námsörðugleika sem og námsleiða. Barn sem erfiðar við lestur hefur ekki endalaust úthald og þolinmæði fremur en við hin. Almennt má segja að áherslan fyrstu 4–5 námsárin sé á lestur. Heimanám er jafnan lítið sem ekkert fyrir utan heimalestur. Í 5. bekk má reikna með breytingu. Lesfögum fjölgar og barnið þitt fer að læra meira um sögu, samfélagsfræði, trúarbragðafræði, náttúrufræði og svo mætti áfram telja. Áherslan á íslensku eykst og lesfög almennt. Ef lesturinn er ekki í lagi á þessum aldri, þá eykst álagið á foreldrana enn frekar. Heimalestur einkennist í miður ofta togstreitu og pirringi sem yfirfærist gjarnan á allt heimanám. Það er fyllilega þess virði að gera allt sem hægt er að gera til þess að fyrirbyggja að þessi staða kom upp.